frelsað getur hvern mann, hann frelsað getur hvern mann, og já eilíf, höfundur míns hjálpráls, því hann sigraði gröf, Jesus sigraði gröf. Hann sigraði gröf. Velkomin á samkomu í Smárakirkju. Það okkur heiður og ánægja að fá að halda samkomu úti í gegnum netið fyrir ykkur sem heima sitjið. Það svo mikið forréttindi að vita að það fullt af fólki, þúsundir manna sem að horfa okkur vikulega, og við erum þakklátt fyrir það. Við erum þakklátt fyrir tækifærið að fá að gera þetta. Ég veit bara ekki hvað maður myndi gera á sunnudögum að maður geti ekki komið í kirkjuna sína og lofa Guð. Og það bara, þetta æðislegt, þetta forréttindi. Gott að vita af ykkur þarna heima að fylgjast með okkur. Væri rosa gaman að fá frá ykkur smá viðbrögð og væri ekki nema like eða henda á okkur einhverjum skilaboðum. Og bara, já, eitt sem við ættum að gera, bara endilega sendið inn ef það einhver lög, einhver óskalög, sendið inn á kommentið á. Það væri gaman að heyra af því hvað fólk að vilja. Gott fyrir okkur að fá að heyra eins frá okkur. En mér langar til þess að við byggjum saman, bara örstutt, bara ef að gera það bara núna, bara ef þið getið dropið hafði og við bara byggjum saman. Ég vil að við byggjum fyrir land og þjóð og heiminum, að augljóslega erum við að gangi gegnum eitthvað sem við höfum aldrei gengið í gegnum áður, og við þurfum á honum að halda og hans náð og hans miskunn, hans visku yfir ráðamenn, yfir lækna, yfir fræðinga og líka bara yfir okkur og okkar líf. Þannig að byggjum saman örstutt. Heilagur drottinn Jesús, þakka þér fyrir að við fáum að koma saman, fáum að lyfta upp nafninu. Við drottinn viljum leggja líf okkar og heimili og fjárhag og heilsu algjörlega í þínar hendur, land okkar og þjóð, ráðamenn, lækna, vísindamenn og heiminn allan í þínar hendur, drottinn. Drottinn, við vitum að þú munt vel fyrir sjá. Í Jesú nafni, og allir líðurinn sagði amen. Halleluja. Það lag sem við ætlum að syngja núna sem heitir Reisa Halleluja.
ég vaknaði með þetta í morgun á vörunum því að það er mikið að gerast í heiminum og þetta lag verður til í mitt í erfiðum kringumstæðum þar sem að það voru hjón sem voru með barn sem að lá illa haldið á spítala og lofgjörðarleiðtogarnir í kirkjunni þeirra sömdu þetta lag meðan að þau voru að gangi í gegnum það. Þar sem þau voru bara heima og þau voru bara heim í stofu og voru bara að spila á píanu og þá var þetta lag til. Mér finnst þetta lag eiga svo mikið til, þetta er á ensku því miður en þetta fjallar það að jafnvel í svona erfiðum kringumstæðum þá getum við lyft halleluja. Þá getum við lyft hönd til hans og þakka honum fyrir að hann mun vel fyrir sjá. Og okkar vopn, eins og segir í textanum, þú veist, okkar halleluja hrópar herra heldur en vantrúin og okkar vopn er laglínan, er lagið, er lofgjörðin. Og við vitum að hann mun berjast fyrir okkur. Ef við syngjum þetta saman, hvar sem þið eruð heima, bara, þú veist, skoðið textan, takkið textan inn í hjart ykkar og við trúum því að hann muni vel fyrir sjá. Við þurfum á honum að halda inn í þessa kringumstæður. Við þurfum að hræðsla verður að víkja fyrir trú og við verðum að fá að vita að hann muni vel fyrir sjá. Leggjum líf okkar í hans hendur.
the presence of my enemy. I raise hallelujah louder than the unbelief. I raise hallelujah. My weapon is a melody. I raise hallelujah. Heaven comes and fights for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Oh yeah, I raise a hallelujah. Takk Jesus. Mér langar til þess að bara bjóða ykkur velkomin með okkur hérna í dag. Það yndislegt að fá að vera saman þó að það sé bara á netinu. Það eru forréttindi. Og ég tek svo mikið undir það sem að Rúna var að segja. Það tækifæri fyrir okkur í dag. Tækifæri til þess að nálægja okkur drottni. Tækifæri til þess að syngja gæsku hans. Tækifæri til þess að taka stöð okkar sem aldrei fyrr. Og bara, þið vitið, vera ljós og líf. Bæðin í líf okkar, inn í fjölskyldur og inn okkar nánasta umhverfi, en líka út á við. Vinir, það svo mikilvægt að við gerum það sem við eigum að vera að gera. Að við séum biðjandi, við séum vakandi og að við nálægjum okkur Guði. Því að það svo skýrt í orðinu, það segir ef að við nálægjum okkur Guði þá nálgast hann okkur líka. Þannig að við þurfum að taka skref, við þurfum að hleypa honum inn. Þannig í dag þá vil ég að við gerum einmitt það, hleypum honum inn. Ekki bíða með það eða drottin ekki fyrir mig. Vitið það bara ekki rétt. Drottin fyrir alla. Og fólk hugsar oft, nei, það bara þeir sem hafa lent í erfiðleikum. Lífið bara alls konar. Og það skiptir ekki máli hvort sem að við erum á toppnum á hæðinni eða niður í dalnum sem merkja upp á gleði og sorg. Við þurfum alltaf á drottni að halda. Og nú tækifæri vinir. Ekki setja traust okkar á hagkerfið eða þó svo ég viti að það mun örugglega pluma sig til framtíðar. Setjum traust okkar á drottin í dag. Setjum traust okkar og setjum sjón okkar. Ekki okkar kringustæður. Ekki á veiruna sem alls ráðandi út í samfélaginu. Heldur á drottin. Minnumst loforða hans í dag. Og í staðinn fyrir að barma okkur, horfum upp og tökum gleði okkar ný. Því að gleði Guðs styrkur okkar, kennir ritningin. Þannig í öllum kringumstæðum þá getum við verið glöð. Þannig í dag þá veljum að vera glöð og höldum áfram að lofa drottin. Má ég heyra með henni? Turn it around, open the windows of heaven, a blessing and overflow. Turn it around, open the windows of heaven, pour out a blessing we cannot contain. Let it rain. Let it rain.
difficult. All things are possible for you. All things are possible. Nothing's too difficult for you. Nothing's too difficult. Ready for change, ready for rain, I'm ready for favor, and I know that you're able. Turn it around, open the windows of heaven, pour out a blessing and overflow. Turn it around, open the windows of heaven, pour out a blessing we cannot contain. Let it rain. Let it rain. All things are possible for you. All things are possible. Nothing's too difficult for you. Nothing's too difficult. All things are possible for you. All things are possible. Nothing's too difficult for you. Nothing's too difficult. Ready for change, ready for rain. I'm ready for favor, and I know that you're able. Turn it around, open the windows of heaven, pour out a blessing and overflow. Turn it around, open the windows of heaven, pour out a blessing we cannot contain. Let it rain. Let it rain. You've turned my mourning to dancing. You turned my sorrow to joy. You turned my whole life around, and I thank you, and I thank you. You turned my mourning to dancing. You turned my sorrow to joy. You turned my whole life around, and I thank you, and I thank you. So turn it around, open the windows of heaven, and turn a blessing and overflow. Turn it around, open the windows of heaven, pour out a blessing we cannot contain. Open the windows of heaven, pour out a blessing and overflow. Turn it around, open the windows of heaven, pour out a blessing we cannot contain. Let it rain, yeah. Halleluja. Vitið að það er í fínu lagi, jafnvel þótt á móti blási, að gleðjast í Guði. Og við það er auðvelt á þessum tíma þegar maður er að velja tónlist fyrir þessar útsendingar að fara í svolítið svona gloomy í við erum að ströggla tónlistinn og það er fínt, við erum að ströggla sem þjóð, sem bara samfélag, en það er rosalegur lykill í því líka að gleðjast í Guði og að setja áhyggjurnar á hann og segja bara, þú veist, við trúum því þegar við dansum fyrir þig, þegar við lofum þig, þú munir vel fyrir sjá. Og þess vegna, þú veist, það er þess vegna sem við gerum það, vegna þess að það eru loforð í orði Guðs blessanir. Og það er þessi blessun sem okkur langar að syngja snildartexti íslenskur, þetta fallega lag. Og við viljum að þú takir á móti þessari blessun inn í þitt líf, inn í þína fjölskyldu, inn í þína framtíð. Hlusta á textan, syngdu með. Þetta er fyrir þig sem ert að horfa, þetta er fyrir þig og þína. Takk á móti blessun Guðs í Jesú nafni. Þitt blessi
með þér hverri kynslóð, fram af kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum, þeirra börnum. Með hans velvild vera með þér hverri kynslóð, fram af kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum, þeirra börnum. Með hans velvild vera með þér hverri kynslóð, fram af kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum, þeirra börnum. Með hans velvild vera með þér hverri kynslóð, fram af kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum, þeirra börnum. Með hans nálægð vera með þér, vera baki og við lið þér, allt í kringum, innra með þér. Hann með þér, hann með þér, snemma á morgni, seint á kvöldi, þú kemur, þegar ferður, þú grætur, þegar veistur, hann smiður, hann smiður. Takk Jesús. Það er svo mikilvægt að við tökum á móti þessum orðum inn í líf okkar og við segjum amen við því. Amen þýðir já, svo skal það vera. Og ég segi amen við hans velvildin í mitt líf, yfir börni mín og þeirra börn, yfir framtíð okkar kynslóð eftir kynslóð. Segi ég já við blessun hans. Segi þú já við því líka. Og ég heyra amen. Ég veit að það eru margir að segja amen núna, því að við þurfum að segja amen í Jesú nafni. Hann er hér í dag og hann er kominn ekki vegna þess að við erum hér, heldur vegna þess að hann hefur áhuga að tala til þín og snerta við þér og þínu líf og þinni framtíð og þinni fjölskyldu. Halleluja.
working in this place, and I worship you. I worship you, 'cause you are the Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. You are here, touching every heart, and we worship you. Yes, we worship you. 'Cause you are here, healing every heart, and we worship you. And we worship you, 'cause you are the Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. oh yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, mending every heart, and I worship you, and I worship you. You are here, turning lives around, and I worship you. I worship you, 'cause you are the Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. oh yeah. You are the Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Halleluja. Það sem svo mikilvægt það á þeim tímum sem hafa leitt fram að því sem að gerast núna, þá var á tíma orðið astanlegt að segja nafni Jesú. Búið að taka nafni Jesú út úr skólum, búið að taka það út úr alls kyns bókum. Það var eins og að verið að endurskrifa hvaða áhrif Guð og Jesú hefur haft á það líf og þá blessun sem við höfum verið undir sem vestrænt samfélag. Og mér finnst svo magna með þennan íslenska texta sem til á þessu lagi, það sem segir: nafnið þitt þarf að þora að segja þegar dimmir í stað þess að þegja. Já, nafnið þitt Jesús. Því að það þannig að nafnið hans þarf að þora að segja. Og ég veit að það þarf stundum mikið hugrekki til þess að í kringumstæðum segja: ó Jesú. Það þurfti hugrekki þegar að forsætisráðherrann okkar á sínum tíma sagði: Guð blessi Ísland. En hann blessaði Ísland. Stundum heyri ég fólk tala það eins og það hafi verið óheppilegt. Í mínum huga var það ekki óheppilegt, það var blessun. Þegar ráðamenn fara að taka sér nafn Jesú yfir varir og segja: Drottinn, kom þú og blessaðu Jesús, við þurfum þína blessun. Ef hann syngir þetta saman. Nafnið þitt þarf að þora að segja þegar dimmir í stað þess að þegja. Nafnið þitt, já nafnið þitt Jesú. Nafnið þitt, já nafnið þitt Jesú. Nafnið þitt þarf að þora að segja þegar dimmir í stað þess að þegja. Já nafnið þitt Jesú. Nafnið þitt, já nafnið þitt Jesú. Come on! Nafnið þitt þarf að þora að segja þegar dimmir í stað þess að þegja. Já nafnið þitt Jesú. Nafnið þitt, já nafnið þitt Jesú. Nafnið þitt þarf að þora að segja þegar dimmir í stað þess að þegja. Nafnið þitt, já nafnið þitt Jesú. Já nafnið þitt, já nafnið þitt Jesú. Nafnið þitt þarf að þora að segja þegar dimmir í stað þess að þegja. Já nafnið þitt, já nafnið
þitt, Jesú. Já, nafnið þitt, já, nafnið þitt, Jesú. Segja, þegar dimmir í stað þess að þegja. Já, nafnið þitt, Jesú. Já, nafnið þitt, Jesú. Látum þetta syngja þessi. Nafnið þitt þarf að þora að segja. Þegar dimmir í stað þess að þegja. Nafnið þitt, já, nafnið þitt, Jesú. Hafir aldrei tekið þetta nafn og byrðið hann blessu, gerðu það svo núna. Nafnið þitt þarf að þora að segja. Þegar dimmir í stað þess að þegja. Já, nafnið þitt, Jesú. Já, nafnið þitt, Jesú. Málið það, ég veit að þetta getur verið svo erfitt. En hvað svo út stattu núna, ef þú ert í bílnum eða þú ert heima og enginn annar er að fylgjast með þér, bara prófa það. Ekki fyrir aðra, ekki fyrir mig, þetta fyrir sjálfa þig. Hverju hefur að tapa? Þú er allt að græða og ekkert að tapa. Og ég segi við þig núna, hver sem ert að hlusta á rödd mína hér og nú, prófaðu að taka nafn Jesú og segja, elsku Jesú, viltu blessa mig og mína? Í Jesú nafni, viltu blessa mig og mína? Það þarf hugrekki til þess að nefna nafni Jesú. En þetta er nafn sem er öllum nöfnum aðra. Þetta hljómar svo kjánalega. Og maður getur nánast, stundum fæ ég sjálfur nánast kjánarhóll þegar ég er að segja þetta við fólk sem ég veit að á ekki trú eða er að ströggla við trú. Af því ég man hvernig þetta er. Ég man hvernig það er, hvað það er kjánalegt að setja tröst sitt á einhvern sem þú hefur ekki séð. En hann svarar. Og hann svaraði mér og hann er til í að svara þér. Og ég segi bara enn og aftur, hefur einhver að tapa? Hefur ekki allt að græða? Er ekki kringustæðunar jafnvel að dökkna þess núna í kringum þig? Þurfum við ekki að nefna nafni Jesús? Og ég segi bara núna, þú þarft ekki að gera það fyrir neitt í kringu, þú gerðu það fyrir þig og þína í einrúmi með honum. Nefndu nafni Jesús og biddu hann koma og blessa það. Því að nafni þitt Jesús þarf að þora að segja þegar það dimmir í stað þess að þegja. Því að það er nafni þitt Jesús. Já, það er sko sannarlega nafni þitt Jesús. Halleluja. Sibba. Amen. Við erum aðeins búin að ruggla setupinu. Rúnar minn, þú ekki kannski aðeins tala? Við ætlum að taka samskott heima hjá okkur. Og ég ætla að biðja Rúnar að segja nokkur orð fyrir það. Elsku vinir, það ætti að vera að birtast á skjánum ykkar ef ég skilja rétt, er það ekki? Þannig er það. Þessi kirkja er rekin á frjálsum framlögum og okkur langar að biðja þig ef þú getur og vilt að taka þátt í því að halda okkur gangandi. En það er engin kvöð, þetta er einungis ef þú finnur það hjá þér og vilt blessa. Þá eru upplýsingarna þarna fyrir fram að þig á skjánum og við varum mjög þakklátt fyrir það. En enn og aftur, við viljum bara fá að blessa þig og þína með því sem við gerum hér og við viljum svo sannarlega fá að heyra líka af því ef að Guð er að snerta við þér. Þú þarft ekki að setja það óopinberlega á vegginn okkar eða slíkt, það er að senda það í skilaboðum eða e-maili. Við höfum rosalega gaman að heyra frá þér og þinni fjölskyldu. Eins erum við klári það að biðja fyrir þér eða tala við þig. Ef þú þarft á því að halda, endilega settu þig í samband. Við þráum að fá að gefa því sem að Guð hefur mildilega gefið okkur. Amen. Þegar dimmir í stað þess að þegja, nafnið þitt Jesú, nafnið þitt, já nafnið þitt Jesú, nafnið þitt þarf að þora að segja. Þegar dimmir í stað þess að þegja, já nafnið þitt Jesú, já nafnið þitt Jesú, nafnið þitt þarf að þora að segja. Þegar dimmir í stað þess að þegja, já nafnið
nafnið þitt, Jésu. Já, nafnið þitt, já, nafnið þitt, Jésu. Halleluja. látlaust vil ég lofa nafnið Jesú. Lausn og frelsi veitir þetta nafn frá synd. Þegar fjöldans nafn mun fölna, mun ég færa nafn hans ljóma, og það lýsir mönnum leiðum ógreið fjöll. Það leiðin sem við ferðumst yfir öll. Nafnið Jesú, fræga nafnið Jesú, fyrir nafnið Jesú, á ég líf í dag. Innan skams mun opnast perlur lífin. Ég geng og lít hans auðlit undur blíð. Sá sem Kristur Jesú kallast, komu hans sem þá mun finnast. Hér á Golgata hann gaf andans sinn. Takk Jesús, til að gæti ég og þú sem himini. Heila drottinn, nafnið Jesú, fræga nafnið Jesú, fyrir nafnið Jesú, á ég líf í dag. Jesús, nafnið Jesú, fræga nafnið Jesú, fyrir nafnið Jesú, á ég líf í dag. Á ég líf í dag. Á ég Amen. Og allur líðurinn sagði Amen, yndislegt. Við erum svo lánsum með tónlistar og söngfólk hérna í þessari kirkju að það hálfa væri nóg. Og við erum bara þakklátt fyrir að fólk skuli gefa tíma sínum og já, og talentum.